Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og pipardutti. Pipardutti klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í desert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klálega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgjið mig þar. Já, Högni, þú komst í þátt 50 og þátt 100 og þetta verður þáttur 150. Og einn einhvern tímann á milli. Þetta er fjórðaskiptið. Já, einn númer 77 held ég. Já, ok, það þurfti að vera 75. En þú heimtar, þú sagðir ég verði að fá að vera með í þætti 150. Já. En ég ætla að segja þetta strax líka við það sem eru að hlusta að horfa á hann þátt. Það er svona 10 manneskjur að hlusta á hann þátt. Ég held að það sé nokkur rétt, já. Þetta er ekki frægasta myndi sem við erum að tala um. Nei, alls ekki, en kannski út af tengingunni, og kannski... Við Sopranos, Já. Við erum að tala um The Many Saints of Newark, en áður við byrjum, þú ætlar eitthvað að skjóta og snorra við eitthvað. Sko, ánum að drullar yfir Snorra, þá maður ætlar að hrósa honum fyrst, sko. Ok. Það hefði náttúrulega verið hræðilegt fyrir, menninn úr 111 að tapa fyrir Ara í jólaþættinum, sko. Akkurru? Ja, ég er mjög ánægður, því að þetta var alveg sketchy hann í byrjun, sko. Ég bara, þú veist, hann bara fær hrós fyrir það. En, sko, hann veit ekki hver Hannes Þór Halldórsson er, sem er bæði búinn að koma í bíóblaður, er úr Breiðholti eins og við allir, spilaði fótbolta með honum í leikni og ég held ég myndaði með þess að saman í leiknistriðu. Býttu að Snorri spila fótbolta? Ég held hann að spila, þú veist, alveg young í leikni, sko. Já. Með Hannesi? Já, Hannes var með okkur í leikni, hann er ári yngri en við, þú veist, hann á öðrum árgangnum. Og þú veist, og svo náttúrulega bara, já, er þetta kannski með frægari bara mönnum úr Breiðholti og svipuðum aldri. Þannig að Snorri, þetta er ansislegt, sko. Ég var brjálað þegar ég var að hlusta á þáttinn, sko. Og hefði Ari fengið þetta stig, þá hefði það verið ennþá verra, sko. En var þetta ekki pínu fyndið, af því að Snorri vissi þetta ekki og Ari var svo hneykslaður, svo vissi Ari Já, þú sagði bara eitthvað rugl. Hann sagði held ég Hannes Hafþórsson eða eitthvað. Ég segi bara sjátt á þetta Hannes, sko, og þú veist, bara strákar. Ég skammast eitthvað, sko. Já, ég var að gera klipp með þetta og úr þessu þetta og tagga Hannes, þetta er svolítið fyndið. En mér fannst þetta sjúklega fyndið. Já, ég hló mikið, en ég var líka smá, ég var að Snorri með þetta, sko. En Snorri alltaf var vann. Já, sem betur fer. Hann klúrað þessu, það, þú veist. Þú hefur ekki talað hann aftur. Ég hef kannski sett hann á ís. Þú hefur sett hann á ís. Ég hef sagt verri sögur hann núna, segja áalið í bankanum, ef hann hefði tapað. Við skulum geima þær. Geimtu þær ef að Snorri kemur aftur sem spurningu þátt og skýtur upp á bak. Nei, eða skýtur á mig tilbaka. Já, eða skýtur á mig tilbaka. En það var svona svolítið mikið klúður að Snorra, af því að hann viðurkenndi sjálfur, hafa með þess að búin að hlusta á þáttinn með Hannesi. Já, og pottitt búin að horfa á myndina líka. Já, pottitt. Sem bæði geggjum mynd, sko. Mjög skemmtileg. Mjög skemmtileg mynd. Mjög vel hefnið. Herru, við ætlum að fara að tala um The Many Saints of Newark. Og þessi þáttur, málega eiginlega allir mínu þættir, bíóblaðsþættirnir. Auðvitað er ég gefið þau sjálf á mig. Ég er bara að tala um eitthvað sem ég er skemmtilegt. En oft hugsa ég með mér, ok, þú veist, fólk hefur kannski gana að hlusta á þetta eða eitthvað svoleiðis. Þessi þáttur er pjúra bara fyrir mig. En fyrir okkur. Við erum báðir sem líka Sopranosmenn. Já. Og fyrir þá sem veit ekki, þetta er einu mynd sem kemur út bara í fyrra. Það stutt síðan. Kom út í október, held ég. Október í fyrra. Held ég. Og er einu prequel að Sopranos-seríunni. Eða seríunum. Þú er búin að alla Sopranos-seríunar. Já, og mér er nýbúin að horfa allar. Þú er nýbúin að horfa allar. Ég mun einhvern tímann gera Sopranos-þátt. Að bara áður en ég hætti með bíóblaðar, alls hvernig það verður, það verði ekki út Sopranos-þátt. En ég verði að spyrja það bara stutt. Sopranos-serían. Svo stáður það með allar seríunar. Hvernig fílar þetta? Við höfum alltaf að fara í auðvitað ná, sko. Þetta er alltaf... Fyrir það sem vitið. Að mínu mati er þetta bara besta sjónvarpsefni sem hefur verið gert. Þú veist, alla þáttaræðir. Og það er erfitt að finna eitthvað sem er hægt að horfa jafn aftur og endist alltaf jafn vel. Ég var að horfa núna aftur 2-3 ár sinni og horfði bara á einhvern smá hluta þeim, sko. Og
og mér finnst það bara alltaf standast tímastöðun, skilur, bara bæði í bara sögurnar, margir þættir getur staðið einur og sér og það eru ekki margir þættir í seríunum sem eru bara hreinlega leiðilegir sem kemur alveg, það er eiginlega bara í byrjun 7. seríu þegar hann er eitthvað svona fara og hann er eitthvað annar karakter Tony, svo sem ekki að gefa upp Nei, en þetta er því kannski bara 3-4 þættir og alltaf seríuna? Fyrir utan það, þá bara, þá er bara ekki eitthvað svona dull moment. Þú veist, þú alveg sagt að misskemmtileg karakter og seríuna alltaf byggða þannig að ég vildi vera að kynna einhvern nýjan inn eða setja fókus og svolítið einhver karakter að leiða söguna. En þetta er bara allt geggja stöf, sko. Ég er sammála, þetta er mínu uppáhaldsþættir. Mér finnst það best sem hefur verið framleitt. Og ég er alltaf verið mikill Wire-maður, en ég horfði á þær í fyrra aftur og það er svona, þú veist, mér finnst það er hald ekki, þú veist, það er geggjaðar ennþá, en hald ekki alveg sama dampi. Hvað heldur það sé? Af hverju heldur að þessi munur sé á þessu seríu? Ég held að hluta til sé það bara, að einhvern veginn mafjósarnir sé einhvern veginn tímalýsari sjónra á þessum árum einhvern veginn, þú veist. En hitti bara er að þær eru bara einhvern veginn betur skrifaðar, finnst mér bara, og halda betri hildi einhvern veginn karakterina áhugaverðari, því að mér sérstaklega með Wire er að mér síðast það serían algjörst flopp. Já, eða það svolítið verið einhvern veginn að reyna að enda seríun og einhvern veginn magnöldýr og reyna einhver það er svolítið svona einhvern veginn karakterinn rótnir eitthvað of mikið, of yktir þetta er orðið eitthvað svona, farið of langt út í ruglis finnst mér, sko. En svo líka spurninga, því að Sopranos, ég hugsa sér saman með það er aðeins léttar þættir þetta er meiri húmóri, black comedy alveg inn á milli er mjög fyndið dót í þeim. Já, það er ekki rosalega mikið að blóði þó svo alltaf verið að drepa eitthvað. Ég þess að inn á milli er alveg grófir. Já, 100% sko. Inn á milli. Já. En það er aðeins meira svona þeir eru þingri The Wire. Ég bara hugsa upp á bara replay value. Ég veit ekki alveg hvort að ég geti hort eins ofta á Wire eins og Sopranos. Nei, 100% ekki. Þetta er eitthvað svona sem þú getur alltaf gripið í einhvern veginn. Út af því að líka sem að þetta er náttúrulega næstu klukkutíma langir þættir hver. Eins og Sopranos? Já, og þannig að þeir eru næstu bara eins og bíómynd hver. Þeir standa alveg sér. Það er ekkit oft verið að taka eitthvað mál fyrir lengi og þetta er alveg build-up en þeir eru oft kannski að vera að dressa eitt hlut í hverjum klukkutíma. Ég meina, hver sería er svolítið svona með sín vondakall? Já. Það er ákveðni kallar í öllum þessu seríum sem er svolítið svona the big bad. Það er svolítið svona akkir í seríun. Þú ert alltaf að þú færið inn hennar karakter og hann er að bugga Tony mismikið að trufla líf hans og svo þetta inn á milli kemur fjölskyldudótið, þá er það fjölskylduna hans og bönnin og svona. Þetta er bara rosalega gott drama og ég hugsa oft með mér ef fólk er með eitthvað svona könnun hver er besta sjónvarpssería svo þú sé og ef að manneski segir ekki Sopranos þá hugsa ég oft með mér, hún er örugglega ekki séð Sopranos. Nei, 100%. Ég er bara 100% sammála. Er það ekki? Jú, eða bara þú veist bara eða þú veist eða bara síðan eitthvað lítið bara þetta var, þú veist, koma út eða eitthvað. Því ég sé það ekki eins og neitt, þetta er koma út, þú veist, eða hann í kringum einhvern veginn. Hvað erum við gamla? Já, við erum 16 ára. Já, ég sé hana svolítið setna, sko. Fyrsti þáttur sem ég sá af Sopranos var loka þátturinn seríu 1. Já. Ég sá það, þetta var stöð 1 í gamla dag. Ég sá það þátt, að ég var mikil Goodfellas maður og svona, mafíu gæi. Ég var bara, hvað er þetta? Það var Póli og Kristoffer, alltaf, eitt gaur, ég ætla ekki að segja hvað það er, í hérna svona tracksuits eitthvað. Ég bara, hvað dótið þetta maður? Og eftir það var ég bara húgt. En hvenær kynnist þú Sopranos? Voru það komnar út margar seríur? Ég held ég horfði bara á það allt back to back, sko. Já, þetta allt kom út? Ég minni það. Ég er alveg búin að sjá hluta, en svo fekk ég, held ég, bara í gjöf frá konunum minn eitthvað, bara alla seríurnar. Á DFT? Á DFT, og þá horfði ég á allt. Í einu, í raun og veru, svona. Endar þetta ekki 2007, 2006? Ég tjekka það. En núna alltaf ég maður sem er ekki góður í tíma, sko. 2007? Já. Það er síðast að segja. Það getur alveg verið, en ég hef alveg séð þarna eitthvað, en ekki svona... Einn og einn þátt. Að þessum tíma náttúrulega varst ekkert eitthvað fara í eitthvað volt og horfa þetta tilbaka, sko. Nei, þetta fyrir streymisveitur. Það þurfti svolítið að fara bara helst til Bandaríkjanna að kaupa Sopranos, heilu seríurnar. Ég pantaði þetta alltaf á Amazon. Já. 8 alltaf á DFT. En svo þessi dag er ekki bulla að kaupa þetta á Blu-ray, er ekki betra bara líka að kaupa þetta á digital, iTunes eða eitthvað. Jú, og náttúrulega bara er þetta ekki bara HBO. Þetta hefur náttúrulega alveg verið bara, og ég hef verið að horfa þetta tilbaka bara á stöð 2. Þannig að ef einhver er að hlusta frá þeim og með að hendi þessu aftur inn. Já, þetta er ekki á stöðu Blues.
ekki núna, þetta datt bara út fyrir kannski einhver síðan en þetta var einhver sko. Þetta er svolítið komið og farið sko. Já, ég er að vona að því ár, ég held að HBO Max komið til Íslands. Okay. Ég held að gerist núna í ár, 2022 og þá ætla ég er búin að sjá Sopranos örgulega 4 sinnum, allar seríurnar. En þá ætla ég að horfa þar aftur. Ég ætla ekki að downloada þessu og eitthvað, frekar bara þegar HBO Max kemur, þá ætla ég að checka á þessu, þá ger ég þátt. Það mér langar að rifja þessu upp allar seríurnar og... Það er náttúrulega líka, þú veist, kannski svolítið mikið að gera 6 þætti, en það er náttúrulega svolítið standalone alla líka. Já, ég hugsa samt ég var pæla í þessu, ég hugsa ég bara 2-parter. Taki fyrstu 3 seríurnar og svo setni 3. Var þetta ekki 6, var ekki 7 í 2 partum eða eitthvað, minni það, 2 partum. Skiptir ekki alveg Já, nei, 7 bara í 1 sko, 1 sería, hvort hann hafi verið sýnd í 2 partum. Já, ég held að hann sýnd í 2 partum. 20 þættir. Já, mér minni það. Já, 20 þættir, af því hann hefur splitt henni í 2. En Tony Soprano er það besti TV-karakter ever? Mögulega. Já, er það ekki. Skal ég hjálpa þér? Jú. Já, hann er líka bara, og líka bara einhvern veginn hvernig hann er settur inn, hann er með alla væsis sem eru að í heiminum eitthvað. Hann er bara, hann er, þú veist, bara fyrir utan útlitið, fyrir utan, þú veist, bara hefndina og græðgina, það má ekkert komast fyrir, hann þarf að taka allt af öllum. Það hefur samt einhvern veginn endalst sympathy fyrir hann. Já, þetta er bara svo vel skrifaða karakter. Það er geggja. Og af því að hann er að fara til sálfræðings og við fáum að sjá þá tíma reglulega í seríunum, þá er það að fá að kynnast hlið á honum sem vinir hans kynnast ekki. Nei, já. Skilurðu? Þá ertu komið svo mikla dýft í karakterin og ofan á það er James Gandolfini með frammistöðu of a lifetime, sko. Geðið ykkur í svona þáttum, sko. Þú veist, hann er bara Tony. Já. Og það er svona þegar hann deyr. Er það ekki það lungu eftir stættina? Í rauninni ekki. Nei. Ég held að það bara eftir 3 árum eða eitthvað. Ég man ekki alveg hvernig það dó. Nei, en mér minnir einmitt með að hugsa einmitt svona bara, þú veist, bara karakterinn er búinn og þú veist, hann gerði ekkert mikið eftir það. Nei, í rauninni ekki. Já, það er 2013. 2013. Já. 6 árum setna. 51, sorglegt maður. Já. En hann er geggjar í þáttum. Hann er geggjar í þáttum og Ray Liotta áttu vist að leika hann fyrst. Það kom til greina, las ég. Já, og kemur... Það hefur verið allt öðruvísi. Það hefur verið, já. En út af því að það er náttúrulega líka bara svolítið svona, hvernig hann er, bæði holningin á honum og allt svolítið sem býr til karakterinn. Þú veist. Já, og líka bara fötin og talandinn, hvernig hann talar. Mér finnst það brilljant karakter. Já, og svo líka bara, einmitt eins og þú segir á hann hann er svo mikið á vondum köllum, en á þeirna alltaf hann að útskikja hann. Og svo ef þú ert búin að horfa á þetta nokkuð sem, þá er þetta farin að sjá, þetta er svo vel skrifað og það vel leikið, er að það er bara svona pattern í hegðunars. Alltaf bara bæði á sálfræðingnum og hvernig menn koma inn og koma út í hans lífi. Þetta er alltaf algjör siðblinding, hann er alltaf bara halið siðblindur, sko. Ekkert annað. Það er bara... En það er kannski svolítið þessi myndin að reyna að gera, margt sem þú er búin að minnast á, og náttúrulega fyrsta lagi fyrir utan að tala vondukallana í þáttunum. Það verður verið að byggja þá upp í myndinni og síðan líka verið að reyna að segja þessa originsu og af hverju hann er eins og hann er, sko. Þá, einmitt, nú fyrir við aðeins að tala um myndina. Búin að taka smá svona grunn í Sopranos. Og mögulegt að fara fram og tilbaka. Alveg pottið. Ok, The Many Saints of Newark. Ég var svona spenntur fyrir henni. Prequel af Sopranos. Ég var að segja, ég var geðað spenntur fyrir henni. Ok, þá ætlum ég bara að spyrja, svo fyrir við nánar út í hana. Ok, spoiler free. Tökum smá svona spoiler free, bara 2-3 setningar. Því ég vil fara síðan bara í spoilera. Hvernig fannst þessi mynd? Ég er mjög óákveðin hvað með fyrstum þessu mynd. Ok. Út af því að ég var bara það spenntur fyrir henni og var kannski að búast við einhverju allt öðru. Og horfði á hana 2 sinnum. Bara horfði bara á hana aftur. Þú búin að sjá hana 2 sinnum núna? Já, okay. Ég rendi gegnum hana aftur. Ég horfði ekki alla alveg, svona, ég rendi þessi gegnum hana. Bara út af því að ég var bara eitthvað svona... Var hún léleg eða ekki? Það var bara mín vonbrigði, skilurðu, og ég vildi að hún væri allt annað. Því ég held einhvern veginn að ég var að fara að horfa á aðeins aðra sögu, sko. En hún er bara fín. Hún er ekkert, ef þú ætlar að horfa á þessa mynd og halda og sérst eitthvað að fara að horfa okkar hita upp ánum frá Sopranos, þá bara glimti, horfa á Sopranos, taktu þetta bara eftir það. Kemst þetta ekki nálægt Sopranos í geðum? Ekki neitt, bara ekki, bara langt frá því og náttúrulega og það sem maður líka hugsa alltaf út af segja er að við erum að horfa á næstu heila bíómynd í hverjum Sopranos þætti og þeir eru að reyna að tróða
heilli seríu í eina bíómynd. Ég sammála, þeir eru að reyna að segja rosa marga sögur Já. í tveggja mynd. Og kannski sögur sem þurft ekkit endilega að segja. Sammála. Þú veist, það er verið að reyna að villanæsa vissa menn upp á framtíðina, inn í seríuna, sem er pínuskrítið, finnst mér. Já, við ræðum það eins og ok, þannig að þú segir þessi fín mynd. Ef við erum að tala um engun, kannski 0-10, er þetta að hugsa svo 6? Já, alltaf það ekki, þú veist, ég var svolítið hissa, ég var búin að lesa review og hún væri góð, svo þegar ég fletti henni upp í leiðana á Stöð 2, eða hana, hvað er þetta? Sjón Símans bíóið hana, og sé hún með 6,3 á Internet Movie Database, sem er mjög næs að það sé oft með engarinnar, og þá var ég bara, veit ég var búin að lesa, þetta væri góð mynd eitthvað, ég held að þetta sé bara mjög góð eitthvað. Já, þú ert sammála þessar eitthvað. Já, ég held að við séum svolítið svipaði með þetta, ég var náttúrulega að sjá hann í fyrst skipti, daginn, fyrir þennan þátt. Og mér fannst það fín. Það er alltaf erfitt fyrir okkur. Ég held það sem er að hjá okkur báðum. Við erum svo miklu Sopranos-menn. Okkur finnst alltaf svo gaman að sjá ungar útgáfar af einhvern karakterum og þáttunum. Það getur alltaf blinda mann. Ég hugsa að þú hefur aldrei séð Sopranos og horfður á þessa mynd, það held ég finnst þú svona í besta falli bara lala. En það sem er svo leðilegt við það samt er að, þú veist, mafjósa sjónrað. Núna bara er ég búin að horfa Godfather bara, og það var í sjónvarpinu daginn. Þetta eru svo góðar myndir, margar hverjar, þú veist, það minnast á Goodfellas líka. Þú veist, þetta eru bara svona alveg mafjósa myndir og þessi katalógur af mafjósa myndum bara er virkilega skemmtilegt einhvern veginn sjónvarpsefni, bara að þannig finnst mér það. Sammála. Þannig að þú komið nýja mynd inn í það sjónra, þú veist, á þessum uppvaktar árum einhvern veginn mafjónar, og Ítalir í New York og í fylki og svona, að þeir klúðri einhvern veginn að ná ekki gera geggjaða mynd, þú veist, út af því að þeir hefðu getað sagt söguna á alls konar hátt. Það er líka sem að fannst svona smá sorglegt, sko. Já, ég finnst það samar. Ég held líka vandamálið myndin sé það að þeir eru að reyna að trúa miklu í hana. Já. Mér finnst þetta að vera 3 sögur. Þú ert rauninni með Tony Soprano ungan og svona hans grunn eða bakgrunn. Svo ertu með Dickie Moltisanti sem er rauninni pabbi Christopher sem við fáum að sjá mikið í Sopranos-seríunum. Og er einhvern veginn svona, hvað heitir það? Rödd myndarinnar, hann talar okkur í gennum myndina. Já, Christopher, já, hann narrita myndina. Og svo er þriðja sagan, mér finnst það að vera svolítið svona svarti mann í New York og hvernig hans heimur er og hvernig þeir eru að interakta við þessa mafíu. Þetta er alveg svona 3 sögur sem hefur ekki verið ein bíómynd. Mér finnst það stærsti galli myndarinnar. Og náttúrulega líka að vera að tróða inn hann á Riots sem er í New York 1969. Svolítið vera að tróða þeim einhvern veginn inn í myndina til þess að fela vissa hluti líka einhvern veginn og búið til sögu úr því. Þannig að ég er alveg sammálaður og minnst líka einhvern veginn, eins og ég sagði, þú veist, Junior Sopranos kemur einhvern veginn inn og er einhvern veginn að vera að búa til einhvern veginn hans baksögu líka í myndinni sem að mér finnst alveg hafa mátt sleppa bara. Þú veist, karakterinn hans þarf þetta ekkert. Nei. Ég ætla að segja bara spoiler núna. Ég ætla að segja eitthvað að því mér langar að fara að tala bara betur myndina. Þetta er bara grimman spoiler núna. Þetta er spoilerlöst, en þetta er bara í stuttumáli, þetta er ágætismynd og ef þú fílar Sopranos og farið að kikka út úr þess að þessa karaktera, unga. Ok, þú talar um Junior. Það er nefnilega eitt áhugavert sem kemur fram í þessari mynd, sem við vissum ekki út frá Sopranos-seríunum. Og það er að Junior lét drepa Dickie. Hvernig fannst þér það svona surprise? Það er reveal. Þú veist, fyrir þessa sögu sem við vorum að horfa á, fannst mér óþarfi. Þú veist, út af því að það hefði verið svolítið svona ris fyrir, þú veist, og maður hélt að það væri, sem sagt, andstæðingurinn hans, sem sagt, hvað hét hann aftur? Charles eða eitthvað. Er það andstæðingur Dickie? Dickie, hann fer á bakveðan hann og þeir reynir að skjóta Dickie, þeir eru hann í húsinu, hann á veitingastæðanum og reyna að drepa það, sko. Maður hélt að væri hann sem er á bak morðið, því maður vissi hver morðið var. Svartagörinn? Harold, já. Ég er ruglað við þetta, ég var að horfa á Sopranos, þá funduður hann líka, hann Charles. Og ég var líka alveg, ég þurfti að fara fram og tilbaka, og því það kemur upp sérst búki sem Tony og í þeirri seríu, sorry með hoppað fram og tilbaka, sem Tony og Paulie drepa. Í 7. seríu, þá finnst eitthvað lík af einhverju svörtum búki sem þeir drepa. Já, sem þeir drápa fyrir mörgum ára síðan. Já, nei, drepa bara þegar fyrsta morðans Tony, þegar hann er 23 ára. Þannig að ég fór að athuga hvort það væri einhver tenging þarna sem virtist síðan ekki vera, sko. Þannig að það er kannski rugla nöfnum. En það hefði alveg verið kannski smá betri endir af sögunni, þú veist,
ris hans þessa karakteris að hann verði svolítið boss og við erum að sjá þá bara svolítið svona racial skiptinguna verða minni einhvern veginn í glæpaheiminum og því að þeir voru svolítið undir þeim í byrjun myndarinnar en að Junior drepa hann fyrir það að hann hlæja hann þegar hann dettur í tröppum þannig að í kirkjunni eitthvað svona bara rosalegt eitthvað svona, maður bara svona ok þeir að byggja upp einhvern veginn að hann hafi alltaf verið svona betur og það smá búið að vera að skýta yfir hann alla myndina Junior? Fekk ekki date þeir fóruð að borða það með hjákonurnar og hann er svo illt í bakinn og getur ekki sofið hjá hann eftir að dettur og hún segir þá eitthvað sem að sem svo algjör andstæði við karakterinn þegar hann gamall og hann á að vera eitthvað svona geðt góður í rúminu þá að hann vilji aldrei sofa hjá hann bara any excuse to not to have sex sem að alveg svona eitthvað algjör andstæði sem þeir allir með fullt af hjákonum og alltaf svo hjá öllum þessum konum þannig að maður var þú bara svona stanslist búin að banga á Junior en eitt sem langar að spyrja það með Junior hvað fannst þér leikaravali? Ok, ég ætla bara að segja svona núna bara yfir alla í rauninni þegar ég segja alla þá ég að tala ok, nei, ég get ekki sagt alla ég alveg með 2 í huga 2, ekki 3, 2 sem ég fannst ekki góður og mér fannst bara að leika ykkur svona fígúru af kartón. Það Gaur sem leikur Silvio. Sammála. Mér fannst það hræðilegur. Og Gaur sem leikur Junior. Sammála. Af því hann góður leikari, en mér fannst hann ekki góður sem Junior. En mér fannst hann líka Pussy. Hann samt segir líka neitt. Nei, en hann samt bara einhver svona bánsa útgáfa af honum. Ok, en mér fannst gæðin sem leikur Póli góður. Já, hann var alveg fínt. Mér fannst hann fínt. Ég var alveg að kaupa það að Póli hefði verið svona típa þegar hann var yngri. Ég var alveg að köpa það. Mér fannst líka sonur James Gandolfini, hann leikur Tony í myndinni, þennan ungur. Mér fannst það fínt. Já. Kannski einar sem ég fannst að ég var að vonast til þess að sjá, og kom kannski betra eftir hvað mynd maður hélt maður að fara að sjá, að við færum aðeins dýbra inn í söguna því að það eru svo mikið af hlutum sem referensar í Sopranos sem við sáum ekki, þó sem við sjáum alveg fullt. Meina þegar Tony er ungur? Já, þegar Tony er ungur, út af því að hann ennþá svolítið svona við erum kannski rétt að sjá byrjunina á þessu switchi að verða góð, að vera bara krakki yfir að fá þetta svona vonda í sig og fara að hugsa, vera glæpamaður, sko. Og en hann lékit alveg vel, sko. Mér finnst það fínt, sko. Ég held að það sé fyrst sem hann leikur í. Eða svona eitthvað vita allavega. Já, ég þekki það bara ekki, sko. Nei, en ég hef viljað sjá þessa mynd. Ok, fyrst þeir vilja gera mynd, ef þeir gera ekki míniserju. Já. Þeir hefði alveg gert eitthvað míniserju. Það er alltaf tísk í dag. Já, 8 þætti. Að þeir ákvað að gera mynd. Það er fyrst sem ég hef gert að ég verið David Chase, handriðshöfundur, bara hei, ok, þurfum að kvætta út eitthvað af þessu. Ég vil þess að mynda bara Dickie eða Tony. Ég hefði viljað sjá Tony. Já, en akkur var hann ekki bara Tony þegar var hann ungur? Nefnilega myndin fjallar öll píkið í 7. serju. Þú veist, byrjar á því að Chris kemur og talar þú veist, bara þetta er Tony frendi hans. Hann átti að drepa mig. Já, menn hann talar í myndinni. Já, og svo myndin öll einhvern veginn að kynna þeirra samband. Þú veist, út af því að Tony leit svo mikið upp til Dickie og gengur í föðustað Christopher. Og þú veist, svo náttúrulega bara, og hann á að vera svona, hvað var að segja, svona framtíð fjölskyldunar, en náttúrulega með öll Tony? Christopher. Já, Christopher, já. Tony er svolítið búin að merkja hann sem framtíð fjölskyldunar. Hann var grúman svolítið. Og er að grúman og hann á sín væsis og svo gefur þess tímislegt skemmtilegt á leiðinni einhvern veginn. En þú veist, þannig að það er einhvern veginn verið að byggja upp þá sögu svolítið mikið, einhvern veginn Christophers og Tonys inn í seríuna, finnst mér. Þú veist, að reyna að útskýra það. Ég meina í myndinni? Í myndinni, bara að samband Dickie gengur hann við föðustað þegar pappan sé búin að vera í fangelsi 5 ár, þar að byrja myndin og hann lítur svo ótrúlega mikið upp til hans út af því að pappan sé svo fjarlægur og náttúrulega, og fleira, gagnvart honum og ánáttúrulega hafa verið að berja þau og fleira. Þannig að myndin snýst rosalega mikið þetta samband fyrst mér, sem fyrst eitthvað svolítið svona... Tony og Dickie? Já, og svo Christopher og Tony í framtíðinni. En fannst það mikið? Mér fannst svolítið mikið að því að ég hefði náttúrulega, fyrir mitt persónulega, langaði mér að sjá Tonyin sem er svolítið að byrja að svona ráða sér rúms innan mafíunar og náttúrulega þetta marg umrædda atriði sem þeir tala í seríunni og spegla sín í seríunni þegar að Jackie O'Preel og Tony Sopranos ræna þennan pókerleik og svo gerir Jackie Jr. það líka
og þar kemur önnur eitthvað svona andstæður, viðbrögð pabba hans og þú veist, gegast því að venda Tony og svo öfugt, Tony gegast Jackie Jr. Já. Þar var ég að vonast þess að myndin væri að fara, við værum að fara í origin-söguna. Já, þú hefur viljað hafa Tony kannski 20-25 ára. Já, þetta hann Er hann yngri? Ja, ég man ekki hvað hann gamall. Hann er rétt í kringum 20, þú veist, fyrsta morðið og hann er komin inn í mafíuna, hann er 23. Þannig að þetta er á undan því. Þú veist, þeir eru ekki komnir inn, þeir eru með svona eitthvað lítið krú og einhver svona smáglæpum. Ég meina, á hann ekki bara að vera 15 ára eða eitthvað í myndinni? Þú hefur viljað fá hann aðeins seinna. Hann er eitthvað vonast. Hann er ekki tvítugur í myndinni? Nei, hann er náttúrulega í high school, væntanlega. Hann er eitthvað, 15-16. Jú, eitthvað svoleiðis. Og hann náttúrulega er að eldast svolítið hratt í myndinni, hún gengur alveg svolítið hratt. Já, hefur viljað fá, já, þú meina að því að við náttúrulega í fyrirldu myndarinnar, þá er hann ennþá yngri. Já, hann bara, hvað ætla hann sé, 7 ára eða? Já, það komið pínu óvart að það er alveg klukktíma liðan á myndinni, þá ætti hann að fá að sjá sonans James Gandolfini. Já. Ég held að hann er alveg alla myndina. Já, ég held það líka. Ég held að kannski bara, þetta er fyrsta korterið eða eitthvað. Já, þetta var alveg klukktími, cirka. Hún er hvað, 2 tímar. 2 tímar, þannig að helmingar myndinni. En þú hefði þá viljað hafa meira sem hans ævi, já, kannski til 23, 25. Ég vilja sjá þetta transition úr að vera barni yfir að vera Tony Soprano. Já. Þú veist, við sjáum glimpsis þegar þeir ræna íspilnum. Já. Og eitthvað svona, þú veist, þá kom þetta aðeins svona, þar fór hún aðeins að svona vera lífleg og skemmtileg fannst með myndin, sko. En já, ég er ekkert ósamlega því. En fannst þess að ekkert pínu gaman að sjá Dickie, því að það hefði talast hann í seríunni, við höfum aldrei séð hann. Jú, og það er, hann er alveg flottur, hann er flottasti karakterinn í myndinni. Já, og mér finnst það, þessi leikari var svona ógeðslega góð. Já, mjög vel. Töffari bara. En eins og þú er búin að segja, þú veist bara, það gerum svo margt í myndinni og þú veist, og það er svo margt sem þurfti einhvern veginn ekki að gera, af hverju þurfti pabbi hans að koma með þessa konu frá Ítalíu og hann svo að drepa pappa sinn til þess að ná henni af honum. Alveg kúl atriði, já, en þú veist... Óþarfi. Já, það var eitthvað svona atriði sem bara, og til þess að tengja sér einhvern veginn yfir í að hann fara að heimsækja bróðir hann sem að enginn talaði við, einhvern veginn til þess að fá einhverja ráðgjöf, eitthvað sem eitthvað leiðir inn í endan á myndinni. Það er til dæmis svona hluti sem bara, með fannst einhvern veginn sagan, bara hvert er þetta að fara með þessu sögu, er þetta sem bara Dickie sé vondur, svo reynir hann að vera góður. En var hann ekki bara að því að hann drepu pappa sinn? Eiginlega óvart. Já, þessi mafíusar er alltaf svo klikkar, stuttu þráður í þeim og þeir gera ekki, ég mynda bara allt sem Joe Pesci gerir í Goodfellas að Casino, myrðandi menn bara út af eiginlega engu. Og mér var Dickie, að hann sér eftir svolítið, fer síðan að heimsækja hann að frænda sinn. Hann aftur Ray Lolita sem átti að vera Tony. Ray Liotta. Ray Liotta, já. Hann leikur inn í báðar kartana, pappans og bróðar hans, eða svona frændans. Hann er svona að bæta fyrir það, að því að hann alltaf lítur út eins og pappans. Hann er svona að kemur eitthvað jazzplötu til hann og svo er hann að gera eitthvað svona að fann að þjálfa eitthvað lið þarna á blindum krökkum eitthvað. Nei, menn hann var að reyna eitthvað að bæta upp fyrir þetta. Af því mér fannst það svona að ég séð eftir svo hann ætla að drepa pappa sinn. Túlkar það þannig, hann hafa ætla að gera það? Nei, hann var einhvern veginn, eins og segir, þeir náttúrulega eru með mjög rage og það var eitthvað rage hann að kakast því hann hafi líka verið, að kemur fram hann hafi líka verið að lemja mömmu hans. Já, hrindinni stiga og eitthvað. Já, og svo kemur þessi hann unga fallega kona inn í hans líf og það er greinilega einhver hún er svolítið að reyna að koma sér áfram í lífinu og notar ýmis bellibröð til þess og náttúrulega kemur hann upp að sefur hjá honum og Dickie og fleiri. Harold líka. Þannig að þú vil fá meiri fókus á, þú vil kannski verið að fá skýrari fókus. Já. Hefur þú frekar vilja hafa Dickie, að þú talar um að þú vilja fókus á að hafa Tony, hefur þú frekar vilja að Dickie hefur bara svona aukakartir? Nei, mér finnst alltaf að Dickie sé í stóru hlutverki eins og hann er, en að þeir einhvern veginn svona, að Tony sé svona hliðar karakter þá meiri og við fáum meira af honum. Því að sagan fyrir svo rosalega mikið að snúast Dickie á tímabili, að þú hefur alveg getað gert það án þess að fara svona mikið inn í klippistofuna og einhverju hluti sem að, þú veist, og hennar baksögu, hjákonunnar og fleira. Því að þú veist, það er svo æðislegir hlutir í þessari mynd, svona atriði, eins og þegar þau eru í bílnum, Dickie og konan hans og Johnny eða foreldra Tony og Olivia og hún er eitthvað nöldr í honum og hann tekur upp byssu og skýtur í gegnum sjalið hennar. Þetta er bara... En það talaði um þetta í seríunni? Já. Og þú þeir náttúrulega myndgera alveg mörg af þessum atriðum og maður er bara, og maður horfir bara á þetta atrið og maður er bara eitthvað,
ok, allt sem búið að tala um og öll þessi sálfræði sem Tony að þykja, það þurfti bara eitt atrið til að sína. Þurftir ekkert meira, hún alltaf kemur hann heim á fangilsun og hún brjála að henda einhverju diskum og eitthvað, þar er greinlega mikill hiti þarna, sko. En það atrið bara eitthvað svona, ok, þú er búin að lýsa 2 karakterum bara fullkomlega. Já, í þessu atrið í bílnum. Í þessu atrið í bílnum, bara, þú veist, þurftum ekkert að kynnast þeim meira, sko. Ég er nefnilega, það var svolítið síðan ég að horta á Sopranos-seríu þar. Það er nokkur ár síðan. Og þegar þetta atrið kemur, hann skýtur henni í gegnum einhvern veginn hárið hennar eða eitthvað, með eitthvað svona sjal eða eitthvað. Skýtur það ekki, þá allt í leiðum gerða það, þá allt í bara, já, betur var ekki talað um þetta í seríunum. Ég held að það var Janice, systir Tony. Ég man ekki eftir en það er 100%, sko, þú veist. Og við fáum náttúrulega að sjá Janice unga. Já. Sem bara, svo ég og kona mínu horfði Sopranos með mér og við höfum saman það þeirra. Af hverju er hún að einhver gella eitthvað þegar hún er ung? Reyndar hefur Tony lýst henni þannig að hún hafi verið eitthvað og að sæta og allir strákandi skotnir í hennu. Já, hann sagði það nokkuð sem minnum í seríunni. Já, Jennifer Melfi, segir hann það og svo spyr hann eitthvað út í það og hann aftur þá ætlaði að segja að fara að ríða systur minni. Hann er svo reyður yfir því. Já, en það var samt alveg gaman, maður hefur auðvitað lúms gaman að sjá þessa karaktera. Já, Janice kemur og það er eitt líka þar svolítið skrítið. En þeir endurgera atrið sem var í Sopranos og þeir gera það eins öðruvísi. Er það hann skotin gaurinn? Í rassinn? Já, þannig að þeir eru í tífólínu. Þegar hann eldir þau út að hann er svo full að fá ekki fara með út að hann prumpaði mataborðið. Alveg rétt, það var í seríunni. Já, það er bara alveg... Eitthvað svo flashbackurinn. Nei, það er allt atrið bara. Já, ég er að segja að það var sem flashback í seríunni. Já, þegar hann er hjá Jennifer Murphy. Já, hann er að segja frá þessu. Já, og þá er hann að lýsa samband sínu við pappa sinn og hvað hann að einhvern veginn tekið Janice sem eitthvað svona favorite. Alveg rétt. Og hann eldir þarna og sér þá handtekna alltaf. Svo er eitthvað svona smá, kannski mann ég eitthvað ránd en mér minnir eins og að hann í atriðinu í myndinni keyrir löggaðu heim en hann talar allan aldrei það, hann talar bara eins og hann hafi tekið strætó aftur heim og ekkert minnst á þetta. Nei, ég man ekki alveg vel eftir þessu. En við rámar í þetta. Ekki að skipta öllu máli. En það er alveg eitthvað sem maður veit, skilur, það er svona alveg atriði sem hefur komið fram áður. Hvernig fannst þér að þeir nú eru nokkuð þekktur leikar sem leikur pappans í myndinni? John Bernthal. Hvernig veist það hann sem Johnny? Mér fannst hann flottur karakter, sko, Johnny. En kannski mér fannst, eins og ég segi, mér finnst þetta atrið í bílnum lýsa þeirra samband fullkomlega, en svolítið mikið verið að ýta undir alla þessa erfiðleika á heimilinu í hverju einasta atrið. Já, fannst það einum of. Já, það var svona svolítið mikið einhvern veginn, það var alltaf verið bara, hann er búin að lofa að raka sér yfirvara skeggi við ef Janice kemst í gegnum þetta kaþólska fermingaferli en hún skýtur strax á og segir þetta hjákonan vildi hann væri þetta skegg það er alltaf en Livia var alltaf að nöldra alltaf, já en eða allavega sem gömul kona skilurðu? En hún er ekki alltaf verið svona já, 100% það er ekki svolítið verið ítund það kannski svona stundum með karakterinu eins og þú veist að tala um með Silvio þeir eru svolítið svona eru bara svolítið ungir þeir þú hugsa bara á því, fólk sem þú þekktir og þú þekktir Snorra þegar hann var yngri hann er ekki eins og Snorri hann sem er í dag hann lítur samt bara eins út hann er bara búin að þróa sem einstaklingur og manneskja og svona hann er bara svolítið sömu taktar einhvern veginn hann er einhvern kæki sem Silvi er búin að þróa sem hann er með líka sem einhvern krakk eða úlingur já, þú meinar að þú ekki skilur að sjá aðeins meiri breytt aðeins meiri breytt af karakter hann talar um að hún sé ekki rosalega loving móðir reyndar alltaf þegar hann kemur að það með hambúrgaran fyrir hann svo verður eitthvað svona switch í því atriði. Það er svona mjög merkilt atriði er að Í myndinni? Hann kemur og sest við borðið hún gefur hann að borða minnir að hafa verið hambúrgar fyrir hann samloka og hún, svo fer hann eitthvað að minnast á pappa svo þau fara að rífast og hún brjálast og fer það er svona eitthvað svona nice gesture sem hún gerir sko. En hvernig veist þér Vera Farmiga sem Livia? Það er alveg mjög vel leikinn karakter bara... Það er svo erfitt samt að fara í þessa skó, skilur, þessi spór að því eins og með kona sem leik mammans í mér finnst það bara að vera mammans Tony mér finnst það ekki að vera leikur og þvílíkum bara þvílíka leikonan sem leikur hann til að þú bara það er rosalegt já, þú bara hatar hennar karakter þú hatar hana, en þú trúir henni ég trúi alltaf að það var bara gömul kona sem bara virðist hata allt
En Vera Farmiga er náttúrulega eina mínum uppáhaldsleikunum. Mér varst hún auðvitað skemmtileg í þessu. En pappans, Johnny Soprano, sem Bernthal leikur í myndinni, ég saknaði leikara sem leika hann í þáttum. Já. Ég er ekkert að segja að þetta taka hann og setja hann í myndina. En þú líka bara lúkið á honum. Lúkið á honum, ég fannst það vera pappans, John Bernthal, mér fannst ég bara að horfa á John Bernthal leikara. Ég get alveg tekið undir það, sko. Hann er ekkert lélegur, en eins og þetta með yfarskeggi, já, pínulega weird bara. Weird með yfarskeggi. Já, þú veist bara einhver mafjósi með yfarskegg. What the fuck? Þið veist ekki passa. Það lúkast smá sem einhver spánverið þegar hann kemur þarna fyrstu. Já, reyndar. En ofbeldi í myndinni. Finnst þú ofbeldi svo þessu mynd? Ég veit ekki. Pældi ekkert í því. Nei, ekkert eitthvað með við Sopranos. Þú ert svo desensitized, það er ekkert virkað að því. Allar rosalega, það er rosalega kannski meira svona svik og ljótt með svona meira eitthvað neginn, eins og við talaðum með að þetta hafi verið Junior, er að svona stutt á ofbeldinu. Þú veist, það þurfti aftur ekkert greinilega mikið, sko. Meinarðu til þess að menn greipi til ofbeldis? Já, þessi bara drefni, sko. En er það ekki bara þessi mafjósa heimur, sérstaklega á þessum tíma? Jú, örugglega, sko, en bara, þú veist, að hérna Fannst að menn verið með of stutt að þrá? Já, bara eins og þú veist að drepa hann hérna. Út af því að hlóa honum. En ég fannst að vera svona í takt við Junior. Já, 100% sko, ég menn Junior alltaf er hérna bara eitt bitrasti og svona, og öll serían, alltaf Sopranos byrja bara því, það er alltaf vesen með Junior. Það byrja bara að vesenni. Og ekki nóg með það, þú veist, út af við erum byrjar að spoila þér, þú veist, serían fjallar öll það að hann er að reyna að drepa hann, Tony. Basically. Já, bara hann gera nokkrar tilraunir á líf hans. Já. Var það ekki aðalega fyrstu sinni? Hann alltaf reynir að drepa hann í fyrstu eða annarri seríu. Og og svo alltaf skýtur hann í 5. eða 7. Já, þá var hann að ruggla kall með Alzheimer. Já, en eitthvað flashback, skilur þú? Já. Sko, málið með Junior, hann er alveg naðra. Og mér fannst það alveg í takt við karakterinn og ég fílaði það að það var hans leið drepa Dickie. Já, fílaði það. Ég fílaði það bara. Og það aftur að gera, þegar ég horf aftur á Sopranos, vitandi þetta, ég aftur að horfa aðeins öðruvísi á Junior. En svo spurning, vita allir það, eða ekki? Í Sopranos, bara í þessum heimi? Nei. En hvað finnst þú meitt? Og þetta nú kemur það inn í seríuna. Með að gaurinn sem drepur Dickie. Ertu að tala sem skítur hann í myndinni? Já. Og því að það er alveg stór saga í myndinni að Tony fer til Kristoffers og lætur. Það er stór saga í seríunni? Já, í seríunni, já. Fólk er rugglaður að tala um seríun á myndinni. Já, bara í seríunni, í Soprano-seríunni. Að, þú veist, Kristoffer er ekki í myndinni og Tony fer til hans og lætur hann fá nafn á mannin sem draf pappa sinn. Já. Sem er eitthvað retired lögga. Og hann fyrir að drepa hann. En þess vegna var ég eitthvað svona... Þetta var lígi samt, var það ekki, og Tony? Ég er svona meira það, þú veist, er það lígi eða ekki, þú veist, út í þannig kemur bara einhver hvíturgauður og drepa hann. Þú veist, þetta var einhver lögga sem átti að hafa skuldað einhver veðmál. Já, einhver spilt lögga. Já. En þetta gæti alveg verið hann, við sjáum náttúrulega ekki almennilega hver þetta er, það er ekki að tala um það. En annars er maður að fá það að það er eitthvað svona, að það er lígi þannig annars. Ég tólka alltaf þannig því ég horfði á Sopranos-seríuna að Tony var að ljúga á hann. Já, ég ekki, Já, þú trúður að Tony var að segja satt. En getur þetta ekki, hvort ekki gengið upp? Þetta getur alveg verið sem lögga. 100%. Og getur alveg verið að Junior hafi sagt hann að gera það. 100%. Junior hann hafi skuldað Junior pening, það með að ganga upp því að skrýta hann hafi skuldað Harold pening. En ég held að Tony, það er ekki séns að hann hafi vita að Junior hafi skipað þetta. Nei, hann var bara hann hefði drepið hann. Nei, líka bara ef hann hefði komist að því, að því að hann elskaði Dickie það mikið, og það mikið fyrirmynd hjá honum, hann hefði drepið Junior. Og út af öllum sterku fjölskyldutengslunum, þá umber hann Junior endalaust. Ja, hann var helvíti marga sénsa hjá Tony. Tony var ekkert að gefa öllu svona marga sénsa. Nei, bara ekki neitt. Þannig ég held samt að hann hefði ekki látið drepa Junior ef bara gert það sjálfur. Ef hann hefði komið staðið, hann hefði látið drepa Dickie. 100%, ég held það. 100%. Þannig að það er alveg svona, sterk tengsl inn í, þú veist. Mér finnst þetta var alveg svona rosalegt twist í myndinni, bara. Ég átti ekki vona á þessu. Nei. Mér fannst það cool. Hann leipur út, það er eitthvað sem hringir í hann eða eitthvað, hann hringir eitthvað og svo bara it's done. Ég bara, ok, Junior? Þú er með balls. Gamli refur. Já, að hann virkaði stundur svolítið svona ímíkjalegur í seríunni. Það ekki.
Í Sopranos? Já, í Sopranos-seríunni. Jú, en ég minna, þú voru samt að horfa til þess að hann er bara orðið gamall maður. Já. Og bara svolítið búinn að missa völdin og enginn hefur trú á honum lengur og hann er alltaf að reyna einhvern veginn að sanna sig. En maður upplifði það alltaf að, þú veist, í Sopranos-seríunni að Junior hafi verið algjör boss. Hann hafi verið einn aðal köllunum. Meinar þá í gamla daga? Í gamla daga. Sem að ég upplifði, kannski er líka út að sagan gerist það snemma í lífi Tónís, ég upplifði aldrei pappans eldur sem einhvern lead mafjósa. Þú veist, hann var bara svolítið svona einn af krúinu. Já. Þú veist. En þetta voru allt made men, Jú, voru allir made, en ég minna, þú veist, og upplifði Johnny ekkert mikið meiri gæja heldur en Dickie. Nei. Þeir virtust vera bara... Já. Og Junior líka, sama level. Bara jafnir, sko. Já. En það er engin, en það kemur líka alveg fram að hann var ekki head of the family. Tony er fyrsti soprano, held ég. Já, hann var ekki head of the family. Já. Það sést aðeins aftan á einn gamlan mann, partur af myndinu, maður sér ekki framan, já. Ég held mér langs að segja þetta að það David Chase sjálfur sem lék það. Ég held að það sé bossinn, sko. Já, ég held það líka. Já. Var ekki ykkur jarðarförð eða eitthvað í myndinni? Sjá svona aðeins bak. Jú. Og Tony velti fyrir sér. Hvað ætli sé að tala hann inn í herbygginu? Já, þú sérðu alla svona stóru fjölskyldunni. En fannst þér eins og Dickie, ég man ekki hvort það var nefnt í myndinni, var hann capo? Ég held ekki. Voru ekki bara allir soldiers? Hann var ekki capo, hann var bara mate, held ég. En var hann samt ekki capo yfir þessu krúi, þú veist, út af því að eins og þú sér í Vestmiðinu og fleiri stöðum, hann er alltaf aðal gaurinn, hann er með stóru skrifstofuna og Silvíu og þegar þeir taka soldierinn hans Harolds, hann stóra svarta gæjan með tikka hárið og setja hann inn í byrðavestæð, þá var hann að skipa fyrir. Já, það er alveg rétt. Og geggja atriði hann að tala Paulie þegar hann segir just bought this suit. Já, það er geggja. En það var líka því atriði, mér varst það ógeðslegt að setja, Þetta er felgulykill. Felgulykill. Eða svona rafmagnsfelgulykill. Já. Upp í hann. Og maður sér tennun að spýtast. Já, það er heldur brúta. En það getur vel verið að því ég segi, ég man ekki hvort það kom fram, hvort þeir eru báður eitthvað svona leiðtoga, Dickie og Johnny. Af því að Johnny er ekki undir Dickie. Nei, klárlega Dickie er ekki undir Johnny. Og þeir veist ekki verið saman krúi. Nei, en samt, já... En þeir veist vera alveg bara hvort þeir séu allir kappós, skilurðu. Og þeir allir fara út saman á kvöldin, þeir veist vera hópur, Junior, Dickie, sem er svolítið yngri, og Johnny. Og þú veist, þeir eru að fara saman. Já, ég geti trú að þeir þrír séu hátsettir. Já, ég segi að þeir getur við allir með sikkurt krúið einhvern veginn. Já, en Pussy og Paulie og Silvio, þeir eru undir þeim. Hvað fannst þeim með hárkolluna? Og Silvio? Það er svo skrítið aðri. Ef hann alltaf er með hárkolli í seríunni. Já. Það átti alltaf að vera hárkolla. Menur það aðstætt að sjá það? Já. En þegar hann fer úr því að vera með kómóður yfir í alltaf hárkollu. Já, og svo dettur hún af einhver aðri. Já. Og svo bara eitthvað. Hvað bakkaði það þig? Nei, ég bara eitthvað, hvað? Svo þetta var ég bara eitthvað, hvað er þetta? Hvað rugl er þetta? En nú ertu hann á þeim, já, að þeir hljóta að vera kappús. Þeir hljóta bara að vera einhvern svona, yfir þessu svæði sínu, að þeir séu svona aðal gæjarnir og svo er einhver boss of the family og jafnvel með aðra undirmenn. Þeir séu svona yfir street game. Já, að því við sjáum oft í seríunni, þá er það með þessa kappós, þeir eru nokkrir, þeir eru oft saman. Kannski er það bara Johnny og eins og við talum, Johnny Junior og Dickie. Og það var það ekki í seríunni líka eitt svona matur? Nei, í myndinni, það er sem seti í svona Jú. Það hittast allir leiðtóðanir. Já, og þannig að þeir eru greinlega bara með eitthvað sinn part af New York. Já, alveg pottið, sko. Mér var svolítið töff, ég las bara eftir þú komst, þá hann byrjum að taka upp, þá las ég að því hann heiti Dickie Moltisanti. Og það þýðir, Moltisanti þýðir Many Saints. Já, veistu það? Ég las það. Ég las það bara undir bjöða, það var svolítið cool. Ég las það ekki ég var eitthvað að lesa að skoða þetta, þá, já. En ég samt á því, þú talar þú vilja kannski meiri fókus á Tony. Ég hef alveg viljað fá bara meiri fókus á Dickie. Það mér alveg cool að fá að sjá eitthvað karat sem við hefum ekkert séð. Já, kannski hefði það bara verið geggjum mynd og bara rétt að sjá hliðakarakterina, en ég sé bara út af því að við erum að sjá svo bland af öllu einhvern veginn. Já, það er alltaf mikið. Þetta hefði verið eins og Sopranos þáttur, þar sem þú eldir einn karakter og þú færð að sjá alla hina bara við hliðina, en í staðan fyrir að vera alltaf svissa svolítið á milli þeirra.
Já, það svona byrjast að tala um á hann, bara kannski svona skýrari fókus, bara hvað ætlar að fjalla í þessari mynd. Mér fannst þess að David Chase hefði viljað gera míniserju, en bara sagt við að nei, þú fær bara bíómynd og hann síðan reynd að tróða, bara svona að skrifa 8 þáttar seríu og svo tók hann bara hann gerði það ekki, en mér leið þannig, tekið það, styrta svo öll í tveggjá bíómynd og hún líður bara svolítið fyrir það. Og ég veit ekki hvernig fólk að fara að taka í þessari mynd sem veit ekkert Sopranos. Nei, en þetta er líka út að segja, þú tróða svo miklu, þú ert að tala ekki, bara, hann gerir svo ógeðslega mikið í sér. Já, en ímyndar að kött út allt með Harold og hans eitthvað power struggle. Algjörlega. Klipptu það allt út myndinni. 100%. Það er alveg nokkra mínútur. Nei, nokkra mínútur, það er bara 20 mínútur. Já, getur 20 mínútur. Við erum að sjá hann gamla, við erum að sjá hann fara í einhverja hestaferð þarna. Já, en herru, en svo hittir hann fast það að fyndi. Já, bara, það er ekki, sko. En hann samt hittir þar, ég veit ekki hvort þú tókst eftir því, hann hittir Frank Lucas. Nei, ég tók ekki eftir því. Nei, sem var hann í pimpfötunum hann að frakkanum á því. Frank Lucas var maður sem var til og þetta er karakter sem Denzel Washington leikur í American Gangster. Ok. Mér finnst það pínskjænlega. Já, en American Gangster gerist í New York, eða ekki? Jú. Já, en þessi gæjar í Norður Karolínu, eða ekki? Eða fer hann bara, Nei. Hann er verið í Norður Karolínu? Já, ég held að hann fara bara, hittast þeir ekki bara einhvers staðar og eitthvað? Jú, bara á einhverju hestabíli, þetta er alveg grillað atriði. Þeir eru allir út úr pimpaðir á því, einhverjum pelsum með hatta og eitthvað, einhvers þar inni, og Þeir var þetta ekki einhver bara hesthús eða eitthvað? Jú, þetta er bara svona hestahöll bara líka, skilur. Og þeir eru allir bara út úr pimpaðir á því, Þeir eru bara fly. Já, geðveitt fly, en það var svona þarna mitt, ef við tala þetta þessi saga þurfti ekki, eina sem ég hugsaði sorry, ég ætla að vera afklæðist því að horfa núna hitni í kólun horfa núna en að eina ástæðan fyrir ég hugsa út í og ég googlaði þetta sérstaklega bara hvað þetta var, þetta er einhverju New York riots og það maður har svo oft heyrt Watts riots og eitthvað svona dót. En Watts var í LA Jú, bara að það séu staðsetjar inn í bíómyndum einhvern veginn Já. Bara tilkvæmst er að staðsetja okkur 1969 eitthvað inn í kringum þetta og hann bruna og eitthvað bara fyrir utan að fela þetta líka. Já, einmitt. Það er svo sem hann getur gert það eitthvað öðruvísi. Mér fannst það rosa svona skrítið því ég var að hugsa með hvaða sögu viltu segja? Já. Hvað ætlar hann að segja? Að ég held að þetta verið sagan stykki. Já. Þegar ég heyrði þessa mynd, þá var það þess að ég las að þetta ætti að vera Dickie Moltisanti og sjá svolítið svona hversu mikil áhrif hann hefur á Tony. Og þegar þú hugsar út í það með nafni þá heitir myndin Moltisanti of New York. Já, einmitt. En hann er samt, þó hann sé aðalkarakterinn, þá var svona skrítið að hann fekk ekki meiri skjátíma. Dickie? Já. Nei, hann fær bara að drepa óslamarga. Já, hann er svalur. Ég er alveg að sjá þennan leikara þetta lúk í Sopranos-seríunni. Já, hann hefur verið geggjað. Já, hann var fokki svalur. Já, þú veist, hann hefur verið komið inn sem einhver svona Ralphie karakter eða... Já. Þú veist, bara alveg sódýllur maður að taka yfir allt. Að þessi leikari, veistu hvað þetta er? Nei. Hann lék eitthvað mynd sem þú pott búin að sjá og þú pott bara svona, já, hann. Ég er svona 99% viss. Hann lék í Face Off. Hann lék unga bróður Castor Troy. Ok. Þú hefur séð Face Off? Já, ég hef séð Face Off, sko. Þetta er djúp tenging, sko. Hann lék Castor Troy, sérst vondugurinn, átti yngri bróður, sem heit Pollux. Jú, þetta er hann. Geðveikt. Ég mundi alltaf þessu leikara úr Face Off. Það er alveg magnað, sko. Já. Herru, förum að slóta þessu. Er það eitthvað meira sem þú vil segja? Ég meina spurningu í lokin. Sko, er eitthvað meira sem ég vil segja? Hvað loka orð? Horfið á Sopranos. Horfið á Sopranos. Gekkið sér, já. Ég mér ekkert sem gera þátt Sopranos. Já, og bara, þú veist, horfið alveg á þessa mynd. Þetta er alltaf læg mynd, en þú veist, kannski er ég svona ónæmur svo segir, en það er mikið ofbeldi, hann drepur einhvern veginn alla sem hann kemur nála að hann ekki með þess að hjákonuna sína. Já, það er svolítið rosalega brútal. Hann bara setur hann bara með henni í sjóin. Það er rosalega. En alltaf, þú veist, frika mikið svik líka. Já, veistu það, þegar hún viðurkennir fyrir honum hvað hann gerði, ég var bara svona, ekki segja honum. Af hverju ætlaði að segja honum? Af hverju sagði ekki bara takk fyrir og þáðu peningana fyrir snirtistofan frá báðum bara.
frá báðum. Þeir voru hvort þeir fara að drepa hvern annan. Einmitt. Allan annarkur var að fara að deyja og annarkur var að fara að lifa. Og þannig að hún hefði getað bara verið með þeim sem hafði unnið stríðið. Já. Ein spurning í lokin. Af öllum þessum karakterum, það þarf ekki alltaf að vera í bíómyndinni. Af Sopranos karakterunum. Áttu uppáhalds? Fyrir utan Tony, sérst bara. Ég meina, við erum kannski saman að Tony sé bestur, kannski ekki endilega uppáhaldskarakterinn. Áttu uppáhalds? Hvað er skemmtlastur? Já, það fer rosalega mikið eftir bara hvar við erum staddir í seríunni og hvenar, sko. Þú veist, ég elska Polly, en þú veist, svona alltaf, þú veist, fær hann vist svona, þú veist, eins og allir bara, þetta eru að vera uppáldi hjá Tony á tímabili og þá fær maður að sjá svona einhvern veginn brot á þeim karakter, en ég elska samt karakter, bara, Polly bara bara, þú veist, hann er bara einhvern veginn, þetta er eina sem hann á, eina sem hann þekkir og bara, og bara eins og ég sagði þegar ég kom hérna í... Þátt 100 held ég. Nei, þegar við komum fyrsta þáttu með Sjonna og tala um eitthvað svona, þá getur valið einn sem þú myndir, þú veist, fremur morð með og þá valdi ég Polly. Já, þú valdi Polly. Já, og því að hann er bara, þú veist, þið voru bara að hugsa um einhverja fjöldamorgi, ég var bara að hugsa um að komast upp með hlutinu, sko. Hann myndi alltaf standa með vinnu sín. Já, hann er líka bara, hann lúkar eins og bara alvöru mafjós, þessi leikari. Hefur þið séð nýlega, viðtölu hann? Nei. Hann er helviti gamall kallinn maður. Já, það er alveg 20 ár síðan eða eitthvað Sopranos var og hann var gamall maður þar. Já. En í dag, þetta er svolítið svona, hann virkar bara, pínur svona ellegar, svona, svolítið sárt að sjá það. Já. Hann var svo töff í... Hann var fucking grjótar og hvað ætla hann sé gamall? Það sé ekki bara svona 65 ára í þáttunum eitthvað, það eigi að vera það. Ég ekki að trúa að segja þess að hann er örugglega eldri. Í þáttunum, já. Samt er hann svona grjótarður en það. Að verið með eitthvað varlega reference eða að verið í sjóhernum og eitthvað, þú veist. Old school glamour. Já. Hvað var þinn? Uppáhaldskarturinn minn? Já. Það er stórstur spurt. Baldi, ég svara ekki spurningun, hún slá ekki cop-out. Þú ert að fara að segja bara Adriana. Nei, Adriana Leserva. Uppáhaldskarturinn minn, það er auðvitað Tony, en fyrir utan hann, sleppum honum. Uppáhaldskarturinn minn, þetta er karakter sem ég elska. Það er Ralphie. Ok. Af því hann, ég veit hann er ekkert svakalega mikið í seríunum. Já, samt hann á heila seríu. Hann á heila seríu. Það eru tvær. Hann er 2 og 3. Tveimur helviti góðan seríum. Og bara hvernig Joe Pantoliano leikur hann. Og mér finnst svo fyndinn karakter. Og hann er svo mikill psycho. Hann er bara eitt mesti psycho, held ég aðeins. Já, hann og Richie April. Nei, ekki Richie, þetta er ekki Richie. Jú, Richie í seríu 2. Hann er alltaf, og þeir báðir eru alltaf með sömu vices, eitthvað, bara. Þannig að þú ert gerðilega með einhverja svakalega beinagrindir í skápnum. Það er bara, Ralphie er ekkert nema einstól beinagrindir, sko. Bara, hann með byssu upp í rúmi. En býtu. Richie, eins og ég tæra að killi við, var ekki Richie alltaf með byssu við Janice? Jú, að hóta að drepa hana og eitthvað. En hérna... Ralphie vildi meira. Nei, hann vildi ekki, hann vildi ekki bara basically sita inn í konur. Hann vildi bara láta pína sig og fá svona klóst og runga. Það kemur alveg dilemma í þáttunum þetta, því að Tony er bara að sofa hjá hjákonunni hans og hún segir bara, hann sefur ekki hjá konum. Alveg rétt. En shit, svo alltaf atrið líka á... Ok, við getum allan dag að ríða upp atrið, en atriði þeirra í seríunni þeirra á Bada Bing. Já. Það er rosalegt með Ralphie maður. Og Tony, hann verður svo brjálar. Þegar James Gandolfini, sem Tony, verður reiður, mér veist bara svo leikari sé alveg brjálar út í mótleikan sin. Já, og þú ert bara, það er einhver degja. Það er einhver í djúpum skít. Herru, bara horfið á Sopranos og horfið að sjálfsögja á meðinni Saints of New York til þess að fá smá backstory. Já, svona, þú veist, sorglega hún ekki komið í bíó í Íslandi. Hún átti að koma. Já, ég ætlaði hann í bíó. Já, ég líka. Mér fannst það líka, ég verði að segja það, bara svona í lokin, að mér fannst það að lúka þessu bíó. Já, hún var alveg flott, hún flottar en ég held. En það var alltaf bara eitthvað COVID-rugl. Já. Hún átti að koma út, held ég. Hún var... Átti að koma út í október. Og svo var senkuð í nóvember og svo kom hún ekkert. Já. Ég held líka bara eins og með þennan þátt. Högni, þessi þáttur fyrir okkur bara. Þetta er mesta áhorfið af mér. Mesta áhorfið. Þannig að bara ég vil þakka þér kærlega fyrir að koma og takk þið sem eru búin að hlusta allan á þátt eða horfa á hann. Af því ég veit ekki alveg hversu margir þekkir sem ég ætla að prófa að gera smá könnun á Instagram. Ég ætla að posta mynd af þessum wallpaper og ég ætla bara að spyrja,
Veistu hvað mynd þetta er? Já, nei. Það er takk, Agni. Takk sömuleiðis.